Í næsta dæmi þá ætla að taka smá sýnisbylgjur. Sýnisbylgja svona í AC-kerfi. Það getur komið fyrir og kemur fyrir að spennan hér sem nær upp í topp herri en vinnuspennan sem við mælum á mælir. Það er að segja að ef ég sem sagt mæli að straumurinn hér 85 ampere, hver þá toppurinn á bylgjunni sem hann nær í, hann nær alltaf í toppinn en hann ekki í langa tíma. En við myndum að vita hver toppstraumurinn Til þess að finna hver toppstraumurinn sem sagt topp, þá segjum við straumurinn sem gefin upp deilt með 0,707 og við erum hérna með reiknivélarnar hliðina á okkur. En við segjum þá 85 ampere deilt með 0,707 og þá vitum við hver heildarstraumurinn Hérna hann þá í 120 ampere, hérna sjálfsögðu hann í 0 ampere, en hérna hann helst uppi. Þannig hann slægir alltaf, ef við ímyndum okkur þetta svona öldudalur, 120 ampere. Ef við hugsaum þetta sem metra, þá nær hann 85 metra upp, en hann nær upp í 120, en að meðaltali hann í 85.